þegar maður í alþingiskosningum, þá maður að tala fyrir flokk, Já. en í forsetakosningum stendur maður bara með sjálfum sér. Já, góðan daginn, verið velkomin í kosningasjónvarp Átaks. Ég heiti Haukur Guðmundsson og til mín komin forsetaframbjóðandinn Katrín Jakobsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Hvers vegna býður þú þig fram til forseta Íslands? Að því að mér langar að gera samfélaginu gagn og ég hef ákveðna sýn sem ég hef svona kynnt í minni kosningabaráttu að vinna að því sem forseti að við öll tökum þátt í samfélaginu, hvort sem það í íþróttum eða sjálfboðastarfi eða menningu eða hvað eina, því ég held að það sé það mikilvægasta fyrir samfélag að fólk taki þátt, því þá samfélagið samheldið og traust. Ég tala líka fyrir mjög skýrum gildum, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og friði. Og svo vil ég beita mig fyrir því að við ræktum betur íslenska tungu, sögu og menningu, sem ég held að skipti líka miklu máli, því það þetta bara öll okkar saga og rætur. Hvers vegna ætti fólk að kjósa þig? Fólk verður þetta bara að vega og meta allt þetta góða fólk sem í framboði, en ég held að ég hafi reynslu og þekkingu sem gagnist mjög vel í þetta embætti. Bæði ég með menntun og sviði íslensku sem ég vil leggja þessa miklu áherslu á, en svo auðvitað ég með reynslu úr stjórnmálum sem ég held að sé gagnlegt. Ætlar þú að vera vakandi fyrir aðgengismálun á Íslandi? Já, það mun ég gera. Því það algjört lykilmál að tryggja aðgengi og ég hef nú tekið þátt í verkefninu hans Haraldar Þorleifssonar að rampa upp Ísland, en líka bara öllum réttindum alls fólks með fötlun sem mér finnst vera stórmál í okkar samfélagi að vinna að. Hvernig viltu láta bæta úr aðgengismálum? Ég tala aðgengi annars vegar sem þetta áþreifanlega og þar við mitt að setja rampa og breyta hlutum og það hafa verið gerað breytingar og lögum og allt ýmsu öðru, en svo það þetta óáþreifanlega aðgengi sem maður getur ekki alveg snert, eins og bara hvað var að menntunartækifæri fólks sem með fötlun, starfstækifæri, að fólk geti fengið störf, það nefnilega allstaðar hindranir og þröskuldar. Frambúð þitt með upplýsingar því að aðskilnum ári? Ég með upplýsingar á íslensku, ensku og pólsku og svo hef ég verið með táknmálstúlkun á köflum. Ég ekki viss að ég sé með auðskilið mál. Jú, ég með auðskilið mál. Já. Átt þú vini sem eru fatlaðir? Já, reyndar. Og þau ólík, en ég hef alveg kynst í hvernig það að mæta hindrunum í lífinu í gegnum fólk sem ég þekki. Já. Hefur þú kynnt þér samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks? Já, og ég vil að hann verði lögfestur. Já, það viljum við öll. Já, það viljum við öll. En það þarf að stofna mannréttindastofnun til þess að það sé hægt að lögfesta og ég vona að Alþingi klári það. Þannig að við erum of lengi á bið og það þarf bara virkilega að fara að stoppa þess að bíða. Ég bara hjartanlega saman þér. Þetta bara virkilega raunsa markmið og krafti. Þetta verður bara að alvöru. Já, því þetta þetta bara grundvallar réttindi og við höfum alltaf að hugsa réttindi bara fyrir okkur öll, ekki bara fyrir suma. Já. Mynd þú ráða fatlaðan einstakling í starfa á Bessastaði ef kemst þangað? Það nú góð spurning. Ég hef nú eiginlega ekki hugsað svo langt. En almennt finnst mér að opinbera, ríki og sveitafélög mættu gera meira því að ráða fólk með skerta starfsgetu, til dæmis fatlað fólk. Já, það ég algjörlega sammála. Hvað þýðingur heldur að það myndi hafa? Ég held að það skipti miklu máli að fólki sem vinnur í ráðuneytunum eða hjá forsetanum eða bara í opinberu stofnunum að það sé fjölbreyttur hópur
Þess vegna myndi ég vilja sjá fleira fólk með fötlun í vinnu en líka fleiri innflytjendur. Ég myndi vilja sjá fleiri slíka í svona störfum svona sem eru stjórnunarstörf og fleira. Þannig að það skiptir máli að við ætlum að taka góðar ákvarðanir að það sé alls konar fólk sem tekur þátt í því að taka þær ákvarðanir. Já. Gætir þú lifa á örorkubótum og veistu hverjar eru? Þær eru þetta dálítið mismunandi eftir því hvort að fólk hefur tekjur annar stað frá. Þannig að það er ekki alveg hægt að leggja mat á það. En ég veit líka að það er frumvarp inn í þinginu þar sem á að breyta þessu kerfi. Mín skoðun er að örorkubætur, grunnbætunar, ef þú varst að spyrja þær, séu of lágar. Já. En það skiptir máli þess að tryggja þennan grunn, þannig að fólk sem getur ekki fengið tekjur úr vinnu en einhverju öðru, að það geti náð endum saman. Það er ekki sem getur lifa á 300.000 krónum. Svo eru aðal bætunar. Já, svo eru einmitt ólíki bótaflokkar og kerfið er flókið og ógagnsætt og ég er að vona að það breytist ef þingið kemur sér saman breytingar. Já. Hvernig ferðast þú til vinnu? Já, núna er ég gangandi en stundum fer ég á bíl. Og svo er ég á ég hjól en það er bilað. En vonandi get ég farið að nota það meira þegar ég kem því í viðgerð. Já. Hvernig ætlar þú sem forseti að gera til þess að berjast fyrir bættum kjörum og hagsmunum fatlaðra á Íslandi? Forseti getur þetta, þó að hann hafi ekki svona valdið til að ákveða fjármuni eða setja lög, þá skiptir máli hvað hann segir og mér finnst að forsetin eigi að tala fyrir þeim sem höllustum fæti standa í samfélaginu og setja þeirra mál á dagskrá. Og ég hef nú gert það í mínu fyrra starfi, þá auðvitað var ég að beita mig fyrir því að ljúka lögfestingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og ég mun ekkert hætta að tala fyrir þeim málum. Já. Núna hefur verið á Alþingi en þú sagðir nýlega frá þínu flokk Alþingi var það ekki? Jú. En ef þú svona hugsa út af þess, nú ert þú búin að vera lengi á þingi og ef þú kemist á Bessastaði, hvernig myndi allt breytast hjá þér lífið við að vera á Alþingi í stórum sal og vera alltaf komin á Bessastaði þar sem er svona rosa virðulegt hús? Já, þetta er örugglega bara mjög ólíkt. Ég held að sko maður En ég held að maður fái meiri tíma til að hugsa og vanda sig og maður auðvitað kannski stjórna tíma sínum aðeins meira sjálfur. Ég er eiginlega, sko, þetta er bara mjög góð spurning. Ég er eiginlega ekki alveg búin að sjá fyrir mig hvernig þetta verður. En þetta er örugglega mjög ólíkt. Á síðasta finnur þú mikið mun að hafa verið í alþingiskosningum og núna verið í forsetaframboði og hver er svona aða munur hana, hvað hefur þú fundið? Það er bara mjög ólíkt. Í fyrsta lagi þá náttúrulega er maður að tala um aðra hluti. Maður er einn í framboði þannig að það er ekkert hægt að senda neitt annan, þannig að ég er bara ein á ferð og það er líka dálítið, það er bæði gaman en það er líka mikið í gangi og margir fundir. En það er líka svolítið frelsi af því að þegar maður er í alþingiskosningum þá er maður að tala fyrir flokk en í forsetakosningum stendur maður bara með sjálfum sér. Já, ég þakka þá Katrínu Jakobsdóttur til þess að koma í þáttinni í dag í kosningasjónum átaks og gangi þér bara sem allra best. Kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða mér.